Árni Ásgeirsson, nýbakar pabbi annarsinn, byrjaðu að óska þér hamingju. Takk fyrir það. Þú áttir í raun alveg fyrna fína leik, varst í miklu frákastastöðu í tapleik á móti Valsmönnum á Vodafone höllinni. En það fór ekki alveg sem við ætlum að láta þetta fara. Nei, því miður, þetta fór alls ekki eins og við ætlum að hafa þetta sko. Þetta var samt jafn leikur alltaf tíma náttúrulega eins og svo töluðan byrja með sér en við gerðum kannski full mikið af mistökum, við vorum að missa alltaf layupum og við erum með 50% vítanýting og svoleiðis og þannig að þetta var ekki alveg gott. Það því þá ekki bara hluti sem menn þurfa að laga fyrir leikinn á morgun? Jú, sjálfsögðu. Við náttúrulega erum í dag náttúrulega til að fara yfir hvað getur gert betur og hellinga hluti sem getur gert betur og við munum náttúrulega bara reyna það sko. Og svo kannski fá svona fleiri punkta frá fleiri mönnum. Það var ekki nóg að Óli sé með einhver stjörnuleik, 28 stig og þú og Dóri í fínir, að það þurfa fleiri að koma upp. Já, það svo kannski skiptir ekki máli hverju skora stigin. Ég meina, ef 3-4 skoraði þá er það alltaf leið, bara að þau koma sko. En það er alltaf betra að það eru fleiri sem að setja í púkið sko. En svo sem skiptir ekki öllu máli, við þurfum bara, við þurfum bara að klára það sem við hefum getað klárað, setja vítin niður og þessi lay-up og spila almennilega vörn. Og það er mér svona slett saman hvað skora stigin sko. En ekki sæmileg stemming í hópnum þrátt fyrir tap í gær? Ekki menn náttúrulega búin að hrista þetta bara af sér eins og kallmenn og býta á í axlinn og koma dýrvitlausir í síðuskóla annað kvöld? Ég meina stemmingin er alltaf góð í liðinu sko, en við erum ekki glaðir, ég get alveg sagt það, þannig að það er engin gleði. Þú veist, við erum ekki alltaf alveg hundsvettið með þetta, þannig að ég get alltaf lofa því að við komum tilbúinir á morgun, það er alveg hreinu og við erum harma hefna og ég held að sko, það verður enginn í þessu liði sem verður ekki tilbúin á morgun, það er alveg hreinu. Og vonandi bara áhorfendur verði duglegir að koma og helst fylli áhorfendabekkina og sýni hversu megnuð þeir eru, að þeir séu sjötti maðurinn. Já, það skiptir gríðarlega mjög máli og eins og í svona leik, ég meina, þetta er mjög einfalt, ef við töpum morgun þá er þetta búið og ef við vinnum eins og morgun þá fáum við annars séns til að komast áfram og það er alveg hreinu við þurfum að vinna eitt leik úti en við þurfum líka að vinna leikinn á morgun þannig að það skiptir gríðarlega máli að fá stuðning. Þið langar ekki til sumarfrí strax? Nei, það er bara alls ekki, ég meina, það er náttúrulega allt og snett að fara strax sko, þannig að nei. Og það er frítt á leikinn, Pappkó ætlar að bjóða bæjarbúum frítt á leikinn, þannig að við hljótum að fá fullt af fólki í húsi. Já, ég meina þetta er bara frábært hjá Pappkó náttúrulega að bjóða öllum og náttúrulega þökk kærlega fyrir það og bara og vonandi bara að koma sem flestir. Ég meina það er alltaf mikið skemmtilega að gera á 50 skuld en að horfa á góðan körfuboltaleik sko, þannig að við hvetjum alla til að mæta. Og það verður gaman annað kvöld. Það verður mjög gaman, ég lofa því. Takk fyrir gangið vel. Takk fyrir það. Halldór Örn Halldórsson. Dóri, þetta gekk ekki upp á móti Valsmönnum í gær. Hvað fór úr skórum? Herðu, við bara vorum ekki alveg nógu góðir í restina. Vorum ekki nógu skynsamir og annað. Þetta var nú jafn leikur allan tíman og svona þegar leiða fjóra leikluta þá fannst manni svona þegar maður var að fylgjast með á startinu eins og þið ætluðu að fara að gera ykkur í brók og taka leikinn í ykkar hendur. Já, undir öllum eðlilegum kringumstæðum hefðum við gert það. En við fengum litla hjálp frá mönnunum með flautunar og það setti svolítið strik í reikningin en eins og ég segja, þá spiluðum við heldur ekki nógu vel svo við hefðum átt að vinna leikinn hvort sem er. Við fáum alvöru hjálp hérna heima á morgun, við ætlum að fylla íþróttahúsið hérna og áhorfendur hér öskra ykkur áfram. Já, við fáum vonandi fullt af fólki og læti, það verður rosa fjör og ég held að það verði bara það sem að gera gæfumuninn og við vinnum þetta morgun. Ég heyri alveg á þér að þið langar að droppa aftur í borginu og fara í Vodafone höllina. Það er gott að koma þangað. Og við vorum bara ekki nógu góðir í gær, þannig að við þurfum að skilja eitthvað eftir þegar við förum aftur. Það er ekki spurning. Nákvæmlega að hafa skotti einhvers staðar annars staðar heldur en á milli afturfótanna? Ekki spurning. Það er ömurlegt að keyra heim eins og í gær, koma heim á miðjanótt með tap á bakinu. Það er ömurlegt tilfinning og við viljum ekki lenda í því aftur. Er það ekki gott að lúra á því nótt og gíra sig upp einmitt fyrir leikinn á morgun? Ekki spurning. Við erum með mikinn vind í baki, skulum við segja, fyrir hennar leik. Það eru allir brjálaðir, það finnst eins og við höfum átt að vinna leikinn, en gekk ekki og það verður bara þetta ekstra verður með á morgun. Dóri, við bara gerum það hérna heima annað kvöld. Ekki spurning. Takk fyrir gangið vel. Takk. Ólafur Aron Ingólfsson. Óli, þetta var rosalegu leikur á móti Val. Þú með bara í miklu stuði að það dugði ekki til. Nei, því miður. Eins og þú segir, þá
Ég veit það ekki sko, þetta er alltaf 2 jöfn lið frekar finnst mér sko, en mér finnst nú við vera með betra lið en þetta verður bara að takast á morgun. Það er því lítið að hugsa um þennan leikann á þessar loka mínútur, það þýðir ekki að vera að velta sér endalaust upp úr þessu, en við verðum bara að taka á morgun. Höfum við ekki bjóðu ekki bara upp á einhverjar brjálaðislegar loka mínútur þetta fyrir áhorfendur í síðuskólanum kvöld? Ég ætla að vona að þetta verður bara öruggt á loka mínútunum á morgun, en ef það fer þannig þá vona ég að detti allavega okkar megin. Ég ætla að vona að við fáum að klára þetta 5-5 á morgun. Það getur verið þrælur, þó að verið skemmtilega lokamínútur ef Óli treður og sýnir einhver titri og læti. Já, það er bara til að gera meiri gaman fyrir áhorfendur ef það fer þannig. Þú hefur nú gert það? Já, maður hefur gert það. En stemmingin er sem sagt fín í hópnu þrátt fyrir tapið og menn er ekkert að velta sér meður upp úr þessu? Nei, Bjarki bara laði línunar vel, bara beint eftir leik í gær. Það var ekkert hægt að vera, að pæla mikið meir í þessu. Þessu verður aldrei breytt, það er nú bara þannig og þannig að við erum bara einbeittir og klárir í næsta leik og ætlum bara að gera betur. Þið hlustið á Bjarka? Já, hann stjórnar þessu. Óli, gangi vel annað kvöld. Takk hérlega.